Ég heiti Halldór Örn Halldórsson. Ég var búinn að vinna 10 ár áður en ég fór í raunfærnimatið í iðninni. Ef ég ætti að útskýra raunfærnimat fyrir einhverjum sem hefur aldrei heyrt raunfærnimatið, þá þetta í rauninni bara eins og góðir félagar inn á kaffistofu að spjalla saman iðnina sem maður vinnur við. Ef ekki hefði verið fyrir raunfærnimatið, þá hugsa ég væri ennþá ómenntaður í dag, hugsa ég. Raunfærnimatið var svona spark í rassinn. Þegar ég kláraði sveinsprófið, þá lá náttúrulega bara ein leið fyrir svona tossir eins og mig sem var erfitt að byrja, skilur. Það var bara beint áfram í meistaraskólann og kláraði það. Það sem ég myndi segja við einstakling sem er eitthvað að spekulera í námi, að ef raunfærnimatið hentar honum, þá er ekki spurning að fara inn í það. Það getur sparað þér tíma. Aðstofan sem maður fekk frá fólkinu sem starfaði við iðnina var alveg ómetanleg og alltaf tilbúin til þess að aðstofa mann. Ég myndi telja ávinningurinn af náminu og raunfærnimatinu og öllu því í kring, hann var kannski ekki mikið fjárhagslegur þó svo að það var ekkert verra að fá hærri laun. En það var það að á verkfundum og annað sem maður sat, þá var lítið hlustað á mann ef maður hafði eitthvað til málanna að leggja. En eftir námið og komið með stimpilinn, þá var hlustað á mann og maður öðlaði svo miklu meira sjálfstraust út frá því.